Guðrún Thorlacius félagi númer 1 í stangaveiðifélagi Reykjavíkur. Hún alin upp á annálegu stangveiðiheimili í borginni, dóttir Einars Tómassonar kólakaupmanns sem var frumherji í félaginu og tíður gestur í Elliðaánum og fyrir miðja síðustu öld. Guðrún fylgdi föður sínum gjarnan með veiðarnar. Á fullorðinsárum veitti hún með eiginmanni sínum Þorleifi Thorlacius sendiherra víða land, en eftir lát hans hafa veiðifélagar Guðrúnar verið börn þeirra og barnabörn. Í fylgd þeirra heimsækir hún enn Elliðaárnar á hverju sumri. Við biðjum Guðrúnu að rifja upp minningarnar veiðiskap föður hennar. Hvenær fórst þú fyrst með pabba þínum til veiða? Já, það var þetta 1940 og eiginlega tilviljun að ég byrjaði, má segja. Og þá þessi fyrsti veiðidagur minn, að þá byrjaði ég í Fossinum og fékk silung. Já. Og fékkst silung? Ég fékk silung, stóran, en mistan. Já, það verið góð sviti? Já, sennilega, því að ég hélt svo áfram. Þessa nokkra daga sem eftir voru, það var nú veitt í hverju viku, allt sumarið. Sem pabbi átti leyfi? Sem pabbi átti leyfi á mánudögum. Og það var veitt frá 6 til 9 og engin hvíld. Hvað voru margar stengur í ánum? 2. 2 stengur? Já. Og það svo eftir, sennilega síðasta árið í stríðinu, þá bættir við 3. stönginni. Já. Og þá voru nú gamlu kallarnir ekki ánægðir. Nei. Með hverju veitti pabbiðin, svo hver var á stöng með honum? Áður var hann Lúðvík Lárusson. Já. Og svo forfallaðist hann þarna 1940 og þá byrjaði ég og svo hann sonur Lúðvíks, Lárus Lúðvíksson. Já, skókaupmaður. Já. Og hann var með okkur alveg fram til 1949, minnir mig. Að þá eiginlega byrjaði bóndi minn að veiða í Elliðaánum. Hann var náttúrulega svona með. En þá byrjaði hann svona fyrir alvöru að veiða og þá vorum við 3 saman. Og voru þá deildu saman stöng 3? Já, einni stöng. Já. Og þið verið náttúrulega bæði á neðri svæðunum og efri svæðunum? Já, og það var tíma í mörg ár bannað að veiða á maðk á efri svæðinu frá hrauni. Já. Eins og núna. Já. Og það var, en í gamla daga þá labbaði maður kannski alla ána upp og niður og með laxa í pokum. Já. Því að maður veitir nú alltaf vel á þessum tíma. Já. Manstu eftir einhverjum stöðum sem voru gjöfullin aðrir? Já, það var nú náttúrulega Fossinn og Breiðan. Já. Og Hólan þarna, þetta staðir hérna sést það náttúrulega greinilega hvernig kerið var. Þetta staðir sem ennþá veitt. Og straumurinn kom hérna niður og skall hér á berginu. Svo var það náttúrulega efri og fram. Og þá myndaðist hérna hring eða hérna mikil. Og svo líka áður en að þeir rifu stífluna. Þarna Árbæjarstífluna. En það var megnið af henni var frekar smátt. Að þá var veitt í fjárhúshyljum. Það var hyljir fyrir ofan Árbæjarflöt. Já, hérna sést það náttúrulega greinilega hvernig fyrir neðan þar sem að þeir slepptu. Og straumurinn kom hérna niður og skall hér á berginu og fram. Fjárhúshyljuna. Og þá myndaðist hérna hring eða hérna mikil. Og hérna var alveg mökkur að bleikju. Og á stríðsárunum þá var eiginlega ekki mikið veitt á hrauninu. En megnið af henni var frekar smátt. Því að kampurinn var þarna alveg silfur. Árbakkanum við Borgarstjóraholu og já, það var farið í Skáfossana. Þeir heita núna eitthvað annað. En veiðar færi stengurnar? Og yfir strenginn. Stengurnar? Já. Já, maður var bara með eina stöng, Flugustöng? Svona flugustöng. Og notaði hana bæði á flug og maðk. Já. Var hún löng? Já, ég ætla þessi ekki svona... 15-16 fet? Nei. Það var ekki svona langar. Já, kannski 14 fet, 13-14 fet. Annars... Og notaði jöfnum höndum fyrir flug og maðk? Já.
Og þeir var svona stýrt maðknum með þessu löngu stöng. Já, já, það var ágætt að veiða maðk og ég segi nú oft að það er ekkert síður, maður verður að vera nokkuð, já, hvað maður að segja? Lunkinn. Lunkinn á maðkinn. Já, ég hef oft sagt að það er oft erfiðar að veiða maðk því að maður þarf nú að sjá svona strauminn. Já, já. En með fluguna getur maður bara að byrja að kasta og þá sér maður hvar hann reisir sig. Já, já. Svo að ég segi að það er oft vanda meira að veiða maðk. Já, já, það er laxinn sem ákveður. Já, því að maður þarf að passa upp að renna ekki niður fyrir laxinn. Já, já. Og þeir voru nú annálaðir þessi gömlu kallar þarna í Elliðaánum. Þeir sáu nú alveg hvar hann lá, sko. Já. Manstu eftir fleirum sem veiddu á þessum tíma í Elliðaánum? Já, ég man eftir Pétri Ingimundarsyni slökkviliðsstjóra gamlum og Guðmundi Jóhannsyni, kallaði Gvendur prestur. Já, þú manst eftir honum. Já, hann veitti oft með okkur á stöng, sko, alls á móti okkur. Já, hann var nú svona talinn dálítið sérlegur. Já, hann var alltaf voða góður við mig. Já. Og við sátum einu sinni tvö í fossinum, sko. Og það er nú ekki venjan að hinn stöngin sitji líka. Nei. Eða sé á sama stað. En svo fékk ég fisk en ekki hann. Já. Og svo náttúrulega, hann dró strax upp og var kurteis. Já. Því að hann var nú ekki vanur að gera það við aðra, sko. Nei. En hann dró upp færið og flutti sig. Og svo sagði nú pabbi við mig seinna, sko, veistu af hverju þú fyrst laxinn? Þú varst með þyngri sökku. Já, það var ekki kraftaverk. Nei, það var bara sakkan sem gerði. En það var mikil veiði hérna stundum. Já, og einhvern tíma fekk nú pabbi þinn. Það var nú áður en að, það var í kringu 1934 sem að fekk 49 laxana og 1 silung. Já. Og eitthvað sögulegt í sambandi við það? Það var áheita, já. Já, segðu okkur frá því. Já, það var móðin svona loftuljósmyndari var með 15 fótó sem var svona móðins, það var spjald með 15 myndum. Og eldri systur mínar fengu 15 fótó. Svo að ég náttúrulega suðaði og svo segir pabbi, já, ef ég veiði 50 laxa, hann náttúrulega datt það aldrei í hug, að þá færðu 15 fótó. Já. Og 50 laxa á einum degi? Já. Og hann kom með 49 laxa og 1 silung. En ég fekk nú 15 fótó. Silungurinn látið duga? Já, hann var látið duga. Svo líka man ég eftir einum degi sem að við vorum 3, pabbi, Lárus og ég. Að það eru 3 steinar þarna rétt fyrir neðan breiðuna í röð. 1 flatur steinn líka af þessum 3. Og við byrjum, man nú ekki hvort að það var ég eða pabbi sem byrjaði. Þeir létu mig nú oft byrja því ég var kvenmaðurinn. Og þá fékk hann lax, náttúrulega maðk. Og svo tók Lárus við og hann fékk fisk. Og svo tók ég við og fékk, eða hvort það var omvendt. Nei, svo tók ég við og við fengum þarna eina 10-11 laxa og það hætti þegar Lárus... Við steinin? Já. Þetta var í göngu. Já. Og við svo festi Lárus og þá var það búið. Og þetta ekkert meira. Nei. Og ég fekk minn síðasta lax, fekk ég þarna við þessa steina. Já. Pabbi veitir náttúrulega mikið á maðk eins og allir þessi kallar. Hann veitir mikið á maðk og svo veitir hann mikið á flugu. Já. Og svo voru þeir nú ofta svona yngri menn að svona, þeim fannst svo skrítið þegar hann náttúrulega kastaði flugunni og dró að sér, að hann vippaði stönginni alltaf. Toppnum. Já, svona, hægt. Þetta fannst þeim var skrítið. Já, það gilti. En bæði maðurinn minn og Davíð, tengdasonur hans, þeir tóku þetta upp. Já. Þetta hrífur. Já.
En hann fekk einhvern tímann stóran lax? Hann fekk stóran lax, hann fekk byggarlax þarna einu sinni, 59. Já. Og þá vorum við einmitt, við byggum þá í Oslo og við vorum einmitt í fríi þá og vorum með honum þegar hann fekk þennan fisk. Og hann var búinn að vita af honum meiri partin af sumrinu þarna í fljótinu. Já. Hann reyndi alltaf við hann. Heilsaði upp á hans? Já, hann gerði það. Og svo fekk hann þarna. Og hvað var það sem gerðist að hann tók? Hann tók, þetta var 7-8 litið að kvöldi. Já. Og hann tók og mér minnir það að verið fluga hérna Blue Charm sem ég fekk hana. Já. Og nummer 8. Og hvað var þetta stórfiskur? Hann var 19 pund. Það var 19 pund, já. Já. Og hann var voða ánægður. Já, trú því. Þá hann orðinn 69 ára gamall, sko. Já. Er það ekki? Nei, hann ekki orðinn 69. Nei. Þetta hefur svona verið með síðustu árunum sem... Þetta var með síðustu árunum sem að hann... Sem hann stundaði veiði. Hann stundaði nú veiði, hann fór alltaf með okkur. Já. Alveg fram til 62, hann 64, hann deyr 66. Já. Hann var orðinn ansi lasburða. Já. Hann var orðinn fótalaus alveg. En svo náttúrulega byrjar þitt stangveiðilíf. Hvenær gekkstu í félagið? Já, ég gekk í félagið 41. Já. Á hausti. Alveg bráðung? Já, 16 ára. Já. Já. Já, svo veiðir með pappa einu þarna? Ég veiði með pappa þarna þangað til að ég gifti mig. Og hvað gerist? Og flytt norður. Þá fer ég til Akureyrar. Já. Og veitirðu þar eitthvað? Nei. Þá geng ég nú með elsta son minn. Já. Og við komum svo aftur að hausti 47, því þá byrjar hann aftur í ráðuneytinu. Já. Og 48 byrjaði ég að veiða. Já, svona sem, aftur. Sem full tíðamanneskja. Já. Og svo gengur hann í félagið sennilega 49. Já. Og þá veiðir náttúrulega í Elliðaánum, en fóruð það ekki víðar á... Nei, ekki á þessum tímabili. Nei. Því að svo flytjum við út til Osloar 52. Já. Og við komum bara tvisvar heim á 8 árum. Og 55, þá veiði ég í Elliðaánum. Já. Og svo aftur 59, þá komum við í frí. Og þá veiði ég þar. En svo á tímabili að þið komið hér heim og hér kannski heima og veiðið í fleiri ám? Já, það var á milli þegar við komum heim 1960 til 68. Já. Og þá förum við bæði í Miðfjarðarána, við förum á hverju ári í Fljótána. Já. Og höfðu samband þá við Siglfirðinga? Já, það var mágur minn, Hafliði Helgason og Ólafur Þorsteinsson læknir. Já, já. Þeir höfðu 2 eða 3 hylji þarna til leigu. Það var áður en að félagið var stofnað. Já, áður en að félagið tók á hana? Já. Manstu hvaða hyljir þetta voru? Já, það var berghylur og 2 fyrir ofan. Já. Man ekki hvað þeir heita, en þeir voru ansi skemmtilegir. Já. Sérstaklega fyrir ofan berghyl og man ekki hvort það var hólstrengur. Já. Sem þeir voru með líka. Og þetta verið náttúrulega sigtað upp á lax, en nú rosalega mikil bleikjaveiði þarna. Já, það er mikil bleikja, en við fengum nú ekki, fengum 1 eða 2 laxa kannski. En ég man einu sinni að það var 63, það gerði svo mikil snjó kom í júlí fyrir norðan, að Þorleifur hann fór í veiði og það var einn maður sem keyrði hann og jeppa upp skarðið. Það var ekki búið að opna strákagöng. Nei. Og hann sat á hútinu upp allt skarðið í snjókomu því að til þess að þyngja bílinn. Já. En hann fekk ekki neitt. Nei. En þetta var svona svolítið sögulegt því að það snjóaði mikið. Og Fljótin náttúrulega geysilega sumarfögursveit. Já, virkilega gaman að vera þar við Fljótána. Já. Og svo eftir að veiðifélagið var stofnað, þá var Sigurður sonur hans. Sigurður Hafliðason á Siglfirði. Já.
og konan hans Kristrún. Já, hann var nú formaður félagsins tímann, já. Og það var voða gaman að vera með þeim og síðast veitum við í Fljótán í 85, þá var nú bóndinn minn orðinn veikur, hálfveikur. Og þá var svona slitta, einmitt þarna í hylnum fyrir ofan Berghill. Og það var, ég hef aldrei á ævi minni séð að, hvorki fyrir síðar, það var svo mikið kríuger sem kom upp eftir ánni og niður. Og ég var að reyna að kasta og ég lenti nú í einni kríu þarna. Festri kríu? Já, já. Og það var svo kalt að það var ekki meir en 2-3 stiga hiti. Svo að það er það eiginlega síðasta sem við vitum saman þarna í Fljótán. Já. En þú nefndi Miðfjarðará? Já, já. Ég fekk stóra laxinn minn þar einn. Hvað var hann 19 pund var hann sagður. Það var sagður víst 19 pund, já. Og hvar, með hverjum vittuð þið í... Þá vorum við 4 saman, ég og Þorleifur og Anna systir mín og Davíð Sigurðsson. Já. Og við vorum með, 2 stangir, sitt hvor stöng. Já. Og ég fekk þennan í Brekkulækjarstreng. Já. Var það mikil viðurinn? Nei. Það var svoleiðis að Þorleifur var búinn að fá, við byrjuðum klukkan 4 og hann fekk auðvitað lax á flugu. Og ætlaði nú að snúa hann svoleiðis að landa honum fljótlega, en auðvitað mista hann. Og svo fær hann annan og ég var búinn að skamma hann það mikið að hann þorði ekki annað en að þreyta hann. Og hann fór upp og niður ána og var 3 tíma með hann. Því hann ætlaði nú ekki að missa hann. Og ég held að það hefði verið 20 mínútur eða korter í 10 sem að ég fæ svo loksins stöngina. Já. Hvað var þessi stór? Hann var 18 pund. 18, já. Og ég fæ stöngina og fer í Brekkulækjarstrenginn. Og náttúrulega með maðk. Já. Því hann yfirtók alveg fluguna svona mestu leyti. Já, þið hefur bara skipst á. Já. Og rétt fyrir 10 þá fékk ég þennan stóra fisk. Ég var 20 mínútur með hann. Já. Og þreytti hann bara þarna og það er svona smá vik þarna niðar sem að ég landa á honum. Já. Daginn eftir fékk ég lax og þá er sennilega þarna myndin sem er til að mér. Já. Með þann lax. Já. Hvað var hann stór? Já, það man ég ekki. Hann hefur kannski verið 8-10 pund. Já, já. En svo hafið þið veitt í Norðurá? Já, við veittum nokkur ár í Norðurá. Og með hverjum veittuð þið þar? Þar var hann með okkur á stöngan Óttar Erlingsson og Sigríður. Þeir tóku alltaf konurna með. Og það var Viggo Mokk og tengdapappans þarna í Danielslipp. Man ekki hvað hann heit, Þorsteinn eða Daniel. Þorsteinn Danielsson held ég hann hafi heitað. Og veiðimálstjóri Þór Guðjónsson. Og var Elsa og Stefán Björnsson, já, hún var með. Og Stefán Björnsson og hans kona, hún veitti. Í Sjóvá eða hvað? Já. Já. Já, en voru fleiri konur en þú að þessum hópi í félagar í stangveiðifélaginu? Nei. Skráðar? Nei. Nei. Og það hefur kannski ekki verið mjög algengt á þessum tíma? Ég held að Sigríður, annars Stefáns Björnssonar, hafi ekki verið í stangveiðifélaginu, ég er ekki viss. Nei. En hún veitti með honum. En manstu eftir fleiri konur sem voru skráðir félagar? Já, ég frétti seinna að hún Guðrún Guðmundsdóttir, konan hans Kompásasmið. Konráðs Gíslasonar. Já, Kompásasmið. Hún veitti. Já. Og hún var í félaginu. Já. Ég held að við 2 hafum lengi vel bara verið 2 einar. Prímadonnur. Ætli það ekki? Jú. Var gott samkomulag á milli ykkar hjónanna svona hver ætti að hafa stöngina hverju sinni eða var samkeppni á milli ykkar? Ég hef ekki verið stangarfrek. Nei. Held ég. Hann hefur farið með yfir með fluguna og svo kannski þú með maðkinu eftir. Já.
Svo það var allt í góðu samkomulagi? Allt í góðu samkomulagi. Mér fannst alltaf réttar að prófa fluguna fyrst. Já, það er bara lógist. Já. Já, talandi stóra fiska, þá fékkst þú stóran fisk á breiðunni? Já, ég ætlaði að vera að kveðja ána. Og kom þarna morguninn, Einar sonur minn var með mér. Og Magnús segir, nei, þú kveður ekkert ána í dag, segir hann. Jú, þetta gengur ekkert svona, segir ég. Jæja, man nú ekki hvað við dróum. Ég held við höfum dregið teljarastreng og við Einar. Og hann fær þrisvar lax á, en missir þá alla. Og ég var alltaf, þegar ég var með þeim, að þá ákvað ég að ég tæki ekki í stöngina fyrir en að það veri komið lax á land. Og ég hélt því alltaf þegar ég var með strákunum mínum. Og svo förum við upp á og í Hundasteina og þar fær hann 2 laxáflugur. Og þá er klukkan orðin 11 og þá eigum við breiðuna og fossinn. Og við byrjum á breiðunni klukkan 11 og hann kastar þá á breiðuna og fyrst flugu og verður var við eitthvað. Og svo tek ég við upp úr 11:30, eða korter í 12, og renni maðki og fæ þá þennan stóra lax. Og við áttum auðvitað að skipta klukkan 12, en ég var nú að þreyta laxinn og annað. Og ég landaði honum þarna og hann var tæp 16 pund. Hann var 15 pund og 250 grömm eða eitthvað svoleiðis. Já, hann er komin yfir 15 pund og þá er hann bara 16 pund. Nei, það skráði hann nú ekki 16 pund. Hann var svo nákvæmur hann Magnús. 15,2 pund? 15,2 og 50 pund, já. Og það vantaði 200 grömm upp á. En hvað heldur þú að vera lengi að þreyta hann? Ég hef verið svona 20 mínútur. Já. Ég var nú ekki meira. Og þetta var hvenær? Mér minnir þetta hafi verið 8. júlí. 1993? 1994. Já, og það er síðasti laxinn minn. Og þú er staðið við það? Já, ég hef ekki tekið stöng. En þú hefur farið með þínum krökkum og ég hef alltaf verið við átnar með hann. Já, stundum alveg strax klukkan 7 sko. En í seinni tíð þá hafa þau náð í mig 10 leytið. Ég venjulega fengi formidaginn, þangað til í fyrra. Að ég fekk eftirmiddag og var nú ekki hress með það, en tók hann nú samt. Og svo aftur núna, þá ætla ég nú að koma við í ánum 27. ágúst. Og það er þó formidagur. Svo ef maður fær á, þá verður maður að sleppa. Við kveðjum Guðrúnu og þökkum henni fyrir að segja okkur frá veiðimennsku 4 ættliða.